Við hingrum þar til klukkan slær 12 þá hefst vefstreymið. Þá ætla ég að bjóða ykkur velkomin að þennan hádegisfyrirlestur í Þjóðminjasafni Íslands. Í dag ætla ég að segja ykkur frá rannsókn sem ég gerði á því hvernig safnastefna á sviði menningarminja hefur nýst söfnum á Íslandi. Rannsóknin var hluti af lokaverkefni mínu í meistaranámi í verkefnastjórnun við Háskólann í Reykjavík. Ástæða þess að ég valdi þetta viðfangsefni er að þannig að ég fléttað saman stefnumótun sem er eitt af viðfangsefnum verkefnastjórnunar og safnastarfi. Nú er eitthvað tæknin að stríða okkur hérna. Svona. Þjóðminjasafn Íslands gaf út safnastefnu á sviði menningarminja árið 2017. Stefnan á að vera leiðarljós fyrir starfsemi menningarminjasafna í landinu og stuðlað fagmennsku og framgangi safnastarfs. Markhópurinn er eigendur og starfsfólk viðurkenndra safna á landsvísu. Kjarninn í stefnunni er framtíðarsýn ásamt 6 markmiðum fyrir safnastarf. Fyrir hvert og eitt markmið eru skilgreindar mismunandi leiðir. Til viðbótar eru gefin upp dæmi af verkefnum sem hafa verið unnin í söfnum landsins og styðja við markmiðin. Hugmyndafræðin sem stefnan byggir á er að hvert og eitt safn velji sér sínar áherslur og leiðir í samræmi við aðstæður á hverjum stað. Söfnin ætti að byggja á styrkleikum sínum en einnig takast á við nýjar áskoranir. Framtíðarsýnin er svohljóðandi. Á íslenskum söfnum er staðið fyrir metnaðarfullri og lifandi starfsemi sem tengir fólk, staði og safnkost. Þar má finna innblástur og hughrif byggð á sanngildi. Söfn eru traustar stofnanir og hafa ótvírætt gildi fyrir samfélagið. Og markmiðin eru þessi að samfélagslegt hlutverk safna verði í fyrirrúmi, að vinna faglega og að vandaðan hátt með safnkostinn, að sýna frumkvæði og hugrekki í að hafa mótandi áhrif á framþróun í menningarlífi, að lögð verði rækt við mannauð og starfsumhverfi til að styðja við markmið safnastarfs, að tekið verði mið af sjálfbærri þróun í safnastarfinu og að safnastarfi taki mið af alþjóðlegum tengslum og fræðilegri umræðu. Áður en lengra er haldið ætla ég að fjalla aðeins um stefnumótun og umhverfi sem safnastefna á sviði menningarminja tilheyrir. Stefnumótun er ferli þar sem leitast er við að setja fram stefnu eða áætlun hvernig breytingum frá núverandi ástandi skuli náð fram og hver sé æskileg eða viðunandi staða eftir tilsettan tíma. Afurðin nefnist stefna. Stefnur geta verið misjafnar að gerð og innihaldi. Almennt séð er þó talið að undirstöðuatriði stefnu séu skilgreining á hlutverki, framtíðarsýn og gildum fyrirtækis, stofnunar eða annarar heildar sem stefnan á við. Þær fela gjarnan í sig greiningu á stöðu og þar sem við á umfjöllun hugmyndafræði. Stefnu fylgir oftast aðgerðaráætlun þar sem sett eru fram mælanleg og tímasett markmið og skilgreindar aðgerðir til að ná þeim. Þjóðminjasafn Íslands er höfuðsafn á sviði menningarminja. Í safnalögum kemur meðal annars fram að eitt af hlutverkum safnsins sé að móta stefnu söfnun, skráningu, rannsóknir og miðlun menningar og þjóðminja. Útgáfa stefnunar er því eitt af lögbundnum hlutverkum safnsins. Safnastefna á sviði menningarminja er þó ekki eina stefnan sem tilheyrir málaflokknum. Mennta- og menningarmálaráðuneyti gefur út menningarstefnu sem nær yfir alla menningarstarfsemi í landinu og safnaráð mun gefa út stefnu fyrir söfn landsins á næstu misserum. Viðurkenndum menningarminjasöfnum er því ætlað að hafa 3 stefnur sér til leiðbeiningar. Það er menningarstefnan, stefna safnaráðs og safnastefna á sviði menningarminja. Öllum viðurkenndum söfnum er svo skylt að skilgreina sína eigin stefnu.
Og nýlega, því má bæta við að nýlega kom út samræmd stefna á sviði listasafna sem er einmitt líka og ég held að tilstandi að Náttúruminjasafn Íslands gefi út sambærilega stefnu. Rannsóknarspurningin sem ég lagði upp með hljómar svona: hvernig hefur safnastefna á sviði menningarminja nýst söfnum í landinu? Engin gögn eru til það hvort og þó hvernig söfnin í landinu nota stefnuna. Eftirfylgni með stefnunu hefur ekki falið í sér mælingar á árangri og henni fylgdi hvorki aðgerðaráætlun né skilgreindir árangursmælikvarðar. Rannsóknaraðferðin byggði á könnun sem lögð var fyrir safnstjóra menningarminjasafna. Svarhlutfallið var 66%. Spurningaskráin var hönnuð til að meta 2 þætti. Annars vegar sambandið á milli verkefnasafnanna og markmiðum stefnanna, hins vegar ýmsa þætti sem gætu haft hvetjandi eða hamlandi áhrif á innleiðingu stefnunar. Að auki var spurt út í áhrif stefnunar á starfsemi safnsins og stefnumörkun safnsins sjálfs. Niðurstöðurnar sýna að meirihluti safna nýtir framtíðarsýnina sem sett fram í safnastefnu á sviði menningarminja og vinnur að því að ná markmiðum hennar. En mældist nokkuð munur á milli markmiða sem bendir til þess að söfnin noti stefnuna í samræmi við hugmyndafræði hennar að söfn velji sér áherslur sem henta á hverjum stað. Flestir vinna eftir markmiði 4 sem snýr að því að leggja rækt við mannauð og starfsumhverfi. Markmið 2, að vinna faglega og á vandaðan hátt með safnkostin, skar sig frá hinum þar sem tæplega 70% voru mjög sammála því að unnið væri að því að ná þessu markmiði. Það er greinilegt að fjölda svara að söfnin velja fleiri en eina leið til að ná markmiðunum en að meðaltali merkti hver og einn við 3 valmöguleika. Helmingur svarenda gaf upp skriflegt dæmi. Það bendi til að safnstjórar tengi í raun og veru við stefnuna saman við verkefni safnsins og nýta hana á meðvitaðan hátt. Fremur fá söfn hafa nýtt fyrirmyndir af verkefnum sem kynntar eru í safnastefnunni. Það kemur ekkert sérstaklega óvart því að söfnin og aðstæður þeirra eru mjög ólík. Það var ánægjulegt að sjá við hversu fjölbreytt verkefni safnastefna á sviði menningarminja nýtist. Algengustu svörin voru við faglegt starf og við forgangsröðun verkefna. Samt sem áður telur aðeins helmingur safnstjóra að safnastefna á sviði menningarminja hafi áhrif á hvaða verkefni komi til framkvæmda innan safnsins og 15% telur hann ekki hafa nein áhrif á verkefnaval. Það er umhugsunarvert í ljósi þess að einn af hornsteinum árangursríkrar innleiðingar á stefnu felst í því að velja réttu verkefnin. Eitt svar við spurningunni hvenær nýtist safnastefna á sviði menningarminja í starfsemi safnsins vakti sérstaklega áhuga minn. Það er fjallað ómeðvituð áhrif stefnunar. Þetta er ein birtingarmynd sem erfitt er að mæla og er hugsanlega vanmetin í niðurstöðunum. Viðurkenndum söfnum er uppálagt að marka sína eigin stefnu. Frá árinu 2017, þegar safnastefna á sviði menningarminja kom út, hafa öll söfn nema 2 byggt sína eigin stefnu á henni. Það komu fram vísbendingar skort safnstjóra á eignarhaldstilfinningu þegar kom að stefnunni. En það geti verið hamlandi þáttur í innleiðingarferlinum. Þrátt fyrir víðtækt samráð hafi farið fram við gerð stefnunar, taldi hluti safnstjóra sem voru starfandi á þeim tíma sig ekki hafa tekið þátt í gerð hennar. Ríflega 60% safna gerir ráð fyrir verkefnum sem styðja við markmiðin í safnastefnunni í fjárhagsáætlun, en aðeins 40% forgangsraða þeim verkefnum ofar en öðrum. Það vakti athygli mína að tæpur 4% svaraði þessari spurningu með mjög ósammála eða ósammála. Ein af ástæðum þess að safnastefnan hafi ekki áhrif á fjárhagsáætlun gæti verið að safnið hafi hreinlega ekki fjármagn fyrir öðru en allra nauðsynlegustu verkefnum. En þetta er eitthvað sem maður mætti skoða nánar. Aftur á móti höfðu 3 af hverjum 4 söfnum fengið styrk úr safnasjóði til verkefna sem styðja við markmið safnastefnunar sem er mjög ánægjulegt. Það er því ljóst að fjármagn getur bæði verið hamlandi þáttur við innleiðingu en að safnasjóður vegi að einhverju leyti upp á móti.
Það ljóst að gera má betur í kynningu stefnunar. Hluti safnstjóra hefur ekki lesið stefnuna og þekkir ekki markmið hennar. Sérstaklega mætti líta til safnstjóra sem hafa stuttan starfsaldur í safninu. Í þessum hópi finnst flestum að safnastefnan sé illa kynnt og þó að margir hafi lesið stefnuna alla eða hluta, þá svöruðu aðeins fáir því að þeir þekktu markmið hennar. Það því ljóst að fylgja þarf kynningu stefnunar betur eftir á gildistímanum. Þannig mætti ýta undir að safnstjórar tilengi sér stefnuna hvort sem þeir séu nýir í starfi eða ekki. Það mætti líka hvetja safnstjóra til að kynna stefnuna betur fyrir starfsfólki. Eins mætti kynna safnastefnu á sviði menningarminja fyrir eigendum safna á markvissari hátt. Einn af markhópum hennar eru einmitt eigendur viðurkenndra safna. Hins vegar óljóst hvernig staðið skuli að kynningu til eigenda og hver skuli sinna því, en aðeins helmingur safnstjóra hafði gert það. Eigendur stýra í mörgum tilvikum fjármagni, fjölda stöðugilda, tækifærum til starfsþróunar og endurmenntunar og öðru sem snýr að rekstri safna. Ef þeir hafa skilning á stefnunni og mikilvægi hennar líklegra að þeir hafi hvetjandi fremur en hamlandi áhrif á innleiðingu hennar. Flestir safnstjóranna voru á því máli að þörf væri á safnastefnu á sviði menningarminja og mikilvægt væri að safnið fylgdi stefnunni. Að sama skapi voru flestir einnig sammála því að stefnan hefði jákvæð áhrif á starfsemi safnsins. Það má því gera því skóna að menningin í kringum stefnuna sé almennt jákvæð. Staða mannauðsmála greinilega misjöfn. Tæpur helmingur telur sig ekki hafa nægan mannauð til að sinna verkefnum umfram þær grunnkröfur sem gerðar eru til viðurkenndra safna. En hlutverk stefnunar einmitt að vísa veginn þar sem grunnkröfunum sleppir. Í þessum söfnum má ætla að mannauðsmál séu hamlandi þáttur. Það aftur á móti ánægjuefni að allir telja starfsfólk sitt hafa faglegan grunn til að sinna störfum sínum. Þó að flestir starfsmenn safna hafi tækifæri til starfsþróunar sem styður við safnastefnu og sviði menningarminja, þá telja eftir sem áður 20% svarenda svo ekki vera. Starfsþróunar tækifæri geta því verið hvetjandi og hamlandi þáttur þegar kemur að innleiðingu stefnunar. Þetta atriði mætti ef þau vill skoða í samhengi við kynningu stefnunar fyrir eigendum, enda eins og ég sagði áðan oft á tíðum þeir sem taka ákvarðanir mannauðsmál. Rannsóknin varpaði skýrara ljósi á hvernig söfnin í landinu nýta safnastefnu á sviði menningarminja, en vakti einnig upp nýjar spurningar. Markmið 5, sem fjallar sjálfbærni í safnastarfi, sker sig til að mynda frá hinum markmiðunum en umtalsvert færri söfn vinna að því að ná þessu markmiði. Gögnin bjóða ekki upp á skýringu en það verið vert að rannsaka þetta nánar. Þessari spurningu verður vonandi hægt að svara þegar vinna við næstu safnastefnu hefst. Vinnan byggir á samráði og samtali við samfélag safnmanna og þetta atriði ætti klárlega að vera á dagskránni. Annar þáttur sem ætti skoða fyrir gerð næstu safnastefnu áhrif verkefnavals á innleiðingu. Fjalla mætti nánar verkefnaval sem innleiðingar aðferð og fræða safnfólk mikilvægi þessa þáttar og kynna aðferðir við stefnumótandi verkefnaval. Mikilvægt skref til að auka áhrif safnastefnu á sviði menningarminja að kanna hvort og þá hvernig vega megi upp á móti þáttum sem hafa hamlandi áhrif á innleiðingu. Brýnast var að endurskoða kynningamálin. Gildistími stefnunnar óráðinn og nú þegar 4 ár eru liðin frá útgáfu hennar tímabært að minna á hana. Til greina kæmi að hrinda af stað kynningarátaki. Skoða þó sérstaklega hvernig nálgast mætti eigendur safna og í höndum hvers það ætti að vera. Að lokum langar maður að þakka safnstjórum menningarminjasafnanna fyrir að svara spurningalistanum sem var nokkuð langur og ítarlegur. Og mér langar að segja að ég fylltist bjartsýni og stolti fyrir hönd safnafólks þegar ég las skriflegu svörin, en þau bera vitni mjög gróskumikið og öflugt starf í söfnum landsins. Ætla ég að þakka fyrir mig og einhverjar spurningar? Já. Spyrja viðbrögð svona út á landsbyggðinni, og söfnum á landsbyggðinni, dreifingu, hvað hafi komið áhugi, hvort það sé mikillega lítill sem að
komið utan að landi. Já, spurt dreifinguna og hvort það hefur verið munur á milli dreifbýlis og þéttbýlis. Er það ekki rétt? Það var svarhlutfallið milli safna í dreifbýli og þéttbýli var bara mjög sambærilegt. Þannig að það var svona það bil helmingur safna sem var í þéttbýli og helmingur í dreifbýli. Ég fór ekki mjög víða í það að greina greina gögnin eftir staðsetningu, en það var svona einmitt þar sem að voru kannski einhver svör sem að komu mér á óvart eða voru mikið á skjön við svona önnur svör. Þá kannski ekki skoðaði ég það. Það var með starfsþróunartækifærin, það var þeir sem voru mjög ósammála voru einmitt í dreifbýli. En gögnin bjóða ekkert upp á mjög ítarlega greiningu á þessum þáttum. Þetta svona til þess að halda bara að þetta sé ekki persónugreinanlegt eða svona ekki hægt að rekja tilbaka til safnanna. Já? Já, ég hef ekki kynnt þessa safnastefnu, satt að segja. Hún til sérprentuð eða? Já, hún til. Ég með eintak hérna. Þetta var gefið út árið 2017. Já, hvar nær var í hérna? Já, í safnbúðinni. Í safnbúðinni? Já. Ef það ekkert fleiri spurningar, þá ætla ég bara að láta þessu stutta erindi lokið. Takk fyrir. Ég langar að spyrja, samræmdstefnan hérna á sviði listasafna. Já. Hvar nær maður hérna? Hún vefleg. Það? Ég hún að reyna að leita að henni og það mér stefnir vandamál